Þú hefur væntanlega sofið svona ágætlega í nótt? Já, svona bara, maður var seint komið niður, spilum svo seint á kvöldin en maður tekur smá tíma að ná sér niður en þetta var fínn svefn, fínn nætursvefn. Já, nú næsti andstæðingur ykkar, það eru Tékkarnir, í gegnum tíðina þegar þú hefur verið að mæta þeim, hvernig leik finnst þeir svona að spila? Nú kominn smá tími sem við spilum við síðast en það okkur hefur gengið ágætlega með þá. Þeir eru með fínt lið sem er búið að eiga í erfiðleikum en við þurfum að undirbúa okkur fyrir þennan leik eins og alla aðra og vera einfaldlega klárir á morgun að tryggja okkur áfram. Já, þið voru spiluð mjög vel í gær gegn Frökkunum eða það var svolítið að 2 mínútna brottvísun. Er það eitthvað sem þið þurfið að laga? Já, klálega. Við viljum náttúrulega ekki fá svona margar 2 mínútur en það var kannski erfitt oft á tíðum að átta sig á línunni, hvað mátti og hvað mátti ekki af því að það mátti stundum í leiknum og stundum ekki ákveðna hluti. Þannig að við þurfum náttúrulega að kíkja á það og klárlega halda okkur inn á þetta getur orðið úrslitakaflar í leikjum að það getur haft mikið að segja með úrslit leikja, hversu mikið maður út af það. Sérstaklega á móti vörnum sem eru svona stórar og líkamlega sterkar, þá kostar mikið kraft að vera einum manni færri. Svona, ég er rétt í lokin að fara fyrir Suðurlandið og ég ætla að byrja að spyrja, ertu með eitthvað tengsl í Suðurlandið, ættingja eða eitthvað svoleiðis? Ég? Maður á ættingi út um allt svo sem á Íslandi, held ég eiga það ekki allir. Þegar ég var lítill þá vorum við duglega að fara á Hvolsvöll. Frændi mig var þar útibússtjóri í Landsbankanum fyrir mörgum árum síðan. Þannig að þegar ég var lítill þá vorum við öðru hverju þar. Svo náttúrulega er mikli meistari og stjórnarformaður ferðafélagsins frábæra ferða, hann býr á Selfossi, Þór Ólafsson. Já. Og það er náttúrulega mikill fagmaður og maður á eftir að renna nokkur sinnum í framtíðina í heimsókn á hann, svo erum við fjölskylda mín með sumarbústaðabæði á Þingvöllum í Grímsnesinu. Þannig að maður er svona stundum á kringum Selfoss, hver að gera Selfoss og það svæði. Ég var að minnast á við í gær Jón Arnar Magnússon, hefur komið að hann er kannski fremsti íþróttamaðurinn frá okkar Sunnlendinga. Íslands? Já, Íslands segir þú? Já. Þegar hann var einu sinni að þjálfa eða ekki, eða svona þið varst að gefa frjálsar hjá? Ólympíuleikunum 2004 kynntust við og ég spurði hvort ég mætti fara að æfa með honum og hann sagði að það væri ekkert mál, þá var hann yfir í völklass í Laugum, nýju líkamsræktarstöðinni þar og ég fekk bara að mæta 5-6 sinnum í viku að æfa með honum og það var bara gríðarlega gaman og mikið sem skilaði miklu inn í reynslubankana, sjá bara hvernig svona maður æfir og hugsar. Svo tók ég einhverja sprettæfingu með honum og svona sem hann kom með gattaskó og kenndi manni svona hvernig maður ætti að haga sér í beinu sprettlaupi en munurinn náttúrulega kannski hans vinnu eins og hún var. Það sem hann átti að hlaupa beint áfram í gattaskóm þá þegar ég stundum að hlaupa í mikill umferð og aðeins til hægri og vinstri en séu frábær íþróttamaður og var mikið gaman að kynnast og æfa með. Þú ekki látið hann spila smá handbolta? Nei, þetta var í sumarfríinu og við vorum lítið í því en hann getur gripið í hvaða bolta sem er. Það er svona rétt í lokin myndirðu mæla með fyrir unga hangknattleiksíþkendur að prófa að æfa svolítið frjálsar til hliðar svona kannski þegar? Klálega. Frjálsar, fimmleika, sem flest reyndar, eða ef því skipta, bara hvaða íþrótt sem er, því að þetta skila sér allt í körfubolti, fótbolti, þetta er líka gott bara til að læra sem flesta hluti og ég er alveg viss að það kemur til með að hjálpa þeirra fram í sækir að hafa eftir sem flestum íþróttagreinum. Bestu þakkir og gangi ykkur vel. Takk.